Komið sæl og verið hjartanlega velkomin okkur í K.A. Meistarans spurningakeppni milli deilda. Fyrstu viðureign mætast karlalið K.A. í handboltan. Þið megið kynningarstofur. Jón Heiðar Sigurðsson. Daði Jónsson. Og kvennalið K.A. Þór í handboltan. Ásdís Guðmundsdóttir. Arna Erlingsdóttir. Borðnar verða á borð með 16 bjölluspurningar. Það lið sem undan að ýta á bjölluna, það hefur svarréttin. Ef að hvorullið ýtir á bjölluna þá hafið 30 sekúndur til þess að annars fer í næstu spurningu. Ef að þið ýtið á bjölluna og svarið vitlaust, þá hafa strákarnir þessar 30 sekúndur til að klára og svo öfugt. Þannig að svarrétturinn gengur yfir og ég tek það alltaf fram hvað er spurt eða hvort það sé eitthvað auka stig. Þetta eru langoftast 1 stigs spurningar. Hvernig fáum við til að prófa bjölluna stelpur? Strákar? Hér svínvirkar allt og þá skulum við hefja leikinn. Fyrsta spurning. Í Denver, höfuðborg Colorado fylkis, leika 5 atvinnumannlegum íþróttum. 1 í hverra stærstu greinum Bandaríkjanna. Hver eru þau? Það er nóg að nefna 3. Stelpur. NFL. Já. Hver eru þau? Hvað heita liðin? Pass. Denver Nuggets, hvað erum við? Denver Broncos, NFL. Passar. Og við erum með Colorado Avalanche í NHL. Það eru komið 3. Og fyrir fróðleiks fyrsta áhorfendur að þá er þetta líka Colorado Rapids í MLS fótboltanum og Colorado Rockies í Major League Baseball. Spurning 2. Hver er höfuðborg Indlands? Nýja Delhi. Rétt. 3. spurning. Kjör íþróttamann K.A. fer fram í janúar ár hvert. Valið er kunngjört á afmælishátíð K.A. sem er haldin sem næst 8. janúar. Fyrst íþróttamaður K.A. árið 1950 var Magnús Brynjólfsson og var hann skíðamaður. Fjölmargir þekktir kappar hafa notið nafnbótina, til dæmis Guðvaldur Sigurðsson og Erlingur Kristjánsson. Spurt er hins vegar, hversu oft hefur kona orðið íþróttamaður K.A.? Strákarnir voru undan. Er spurning margar konur eða fjöldi titla? Hversu margar konur? Hversu oft hefur kona fyrirgefið? Hversu oft hefur kona? Við segjum 3. Rangt. Við segjum 4. Það er einnig rangt. Það eru 6 sinnum og allt eftir árið 2010. Þetta eru Marta Hermannsdóttir, Birna Baldursdóttir, Helga Hannesdóttir í júdóinu, Anna Rakel Pétursdóttir, Birta Fönn og síðast ekki síst Alda Ólína í blakkinu. 4. spurning. Spurt er bílategund eða verksmiði. Þessi frábæra verksmiða framleiddi sína fyrstu bíla árið 1916. Einnig voru framleiddir bátar og mjög fljótlega vörubílar. En það var ekki fyrir árið 1973 að fyrsta bílategundur á fyrirtækinu sló í gegn. Það var tegundin Gemini og eftir þeirri frábæru tegund komu flotti bílar eins og Rodeo og P-Up. En það vantar þeirra frægustu gerð, flaggskipið ef svo má kalla, sem er heiti á frægum jeppa frá fyrirtækinu sem að Kvandalsbræður sungu um. Suzuki. Já. Suzuki. Rangt. Hvaða bílategund erum við að tala um? Þetta er hitt, já. Ég veit það. Nei. Er það Daihatsu? Rangt. Isuzu Trooper. Þetta er Isuzu, ekkert stígfært fyrir þetta. En lagið er mitt. Er eitthvað á þá leið að Isuzu Trooper jeppar eru góð. Já. Það segja það. 5. spurning. Jólasöngvarinn syngur að í dagsins amstri þurfa hann að vera klár og kúl. Það er eitthvað sem kallar á hann sem er endalaust púl. Vinnan kallar á hann, það er endalaust púl. Það er rétt. Stigavörður að fá stig. Staðan eins og er núna er að K.A. Þór er með 0 stig og K.A. handboltastrákar eru með 5 stig. Þá förum við í 7. spurningu. Tommi var vanur að vinna á bryggjunni, en verkalýðsfélagið hafði farið í verkfall. Hann var búinn með heppnina sína. Erfitt, svo erfitt.
Þetta er lagið Live on a Prayer með John Bon Jovi. Hárrétt. Ég átti eftir að segja þarna um hana Gínu sem vinnur á matsölustaðnum. Þetta söng ég með Gretu Salome í Sjálfarnum næsta síðan. Sjöunda spurning. Spurt er frægan mann á Íslandi. Hann er virkilega þekktur í íslenska þjóðfélaginu, gerði garðinn frægan sem vaxtarræktarkappi og handboltadómari á fyrri ári. Jói Fer. Rétt. Þetta eftir að segja hann hefði meðal annars dæmt í úrslitakeppninni 1995 í leik K.A. og Víkings. Þá förum við í 8. spurningu. Svo þetta er að lengja þáttinn megið að við hugsa aðeins lengur. Já. 8. spurning. Hver er heimsmeistari í skák? Magnús. Nei, mann ekki. Hann heitir Magnús og hann er normaður. Var að vinna núna um daginn? Ég þarf meira. Hann er Magnússon. Það er rátt. Nei. Magnús Carlsen. Það er rétt. Strákinn var stig fyrir þetta. Og svo til gaman skemmta að ég teldi við Magnús Carlsen á Norðurlandamóti í skák árið 2000. Svo haldið var á Laugum í Dalasýslu. En ég tapaði móti honum. Tröfla. Það er frábært. Þetta vissi spyrirkinn alveg nákvæmlega. Við vorum að vinna því og vorum við næstu fyrir. En Arna var... Það náður þessu þegar þú varst búinn að gefa frá það svara. Jæja, þá förum við í 9. spurningu. Hún er einföld. Hvert er þriðja efni í lotukerfinu? Já, við byrjum nú með tímaskjópa. Þriðja. Við séum kóleði. Rátt. 5 sekundur. Góður tímaður. Það er reyðlega með þetta. Tifi, fáðu þið svar. Við þurfum svarfættur. Við séum pass. Það er lithium. Ég hefði getað bætt Það það komið við. einhverjum vísbendingu með nýrvana lithium eitthvað. Gera mér úr þessu. 10. spurning. Hver er 4. plánetan í sólkerfinu okkar? Mars. Rétt. Ó, Jónar. Var það 11. spurning. 11. spurning. Vinirnir Chandler og Joey úr samnefndum þættin bera myndina. Hver eru þau? Joseph Francis Tribbiani og Chandler Muriel Bing. Þetta er aftur rétt. ekki ég? Við byrjum stefnar átt ekki degja síka. En við förum í 12. spurningu. Ó, þetta er þetta. Hver er ritstjóri akureyska blaðsins Vikudagur? Þröstur Erni Viðarsson. Já. Þetta veistu bara. Æja, nú förum við í síðustu 4 spurninguna. Ég var að fara að þetta 2 stig undir. Það verður bara að vera frá okkur. Æja. 13. spurning. Fyrst var kosin íþróttamaður Akureyrar 1979. Hvaða íþrótt hefur oftast átt íþróttamann konu Akureyrar? Og hversu oft? Það glemti við lið. Já. Þessi sund og fjólusunni. Rátt. Já, skemmt. Fimm sekundur. Við ætlum að segja sund og sexen. Það er merka íþrótt judo og 9 sinnum. Og það er að Vennar Þorleifsson held ég 8 sinnum. Já, en Gunnar Gíslason Það var er ekki kona. íþrótta... Nei, þetta maður Skórum, já. Já, skálstýri konum segja. Já. Já. Við túrkum. Annars er ekki að höra að segja þetta í judo. Já. Já, það er líka. Áfram gakk. 14. björnspurning. Spurningaþættir eru algengir í íslensku sjónvarpi. Viltu vinna milljón spurningabombar, poppunktur og meistari eru þættir sem nutu mikill að vinsælda.
Árið 2007 fór á stað þætti sem Gunnar Hansson stýrði. Hvað eru þættir? Ertu skarpari en skólakrakki? Hár rétt. Fyrstu stig til KF. Stigaður á stöðunum? Já. Við gáðum strákunum aðeins sem voru stig í fyrstu spurningu. En staðan eins og eftir að fara vel yfir þetta 1-9 strákunum yfir. Yes! Þá förum við í Nei. 15. spurningum sem jafnframt uppáhaldsspurningin mín í öllu þessum spurningum. Borðspil eru hlutur sem gjarnan kom út fyrir jól. Í þessu spili sem við spurjum var hægt að vera ýmsir einstaklingar sem höfðu sitt áhugamál. Hallur var í hljómsveit, rangt. Hallur var í hljómsveit, Samúel tölvur, Anna ballett, Sæunn bókmenntir, Begga hjólabretti og svo var það Atli sem hafði áhuga á einni ákveðinni bardagaíþrótt. Hvað heitir spilið og hvaða bardagaíþrótt stundaði Atli? Það er mjög töff að ég bara verður rétt saman. Það er óðvöld til að samtala. Hún er mjög ánægð hvað það er. Já. Þetta veit ég. Frábær spurning frá dómara. Hvað segir þið? Ég var eitt svar. Það er spil og Ég finnst 2 svör. Það heitir Hvað spilið. spilið? Við vitum að hjálpa þess að. Við vitum að giska á karate. Það er rangt. Það er allir klæðið hóp. Þetta er hættuspilið og hann var í kendo. Við hefðum svona að gefa rétt fyrir taekwondo en þið hefðu talað bæði. 16. og jafnframt síðasta björnarspurning. Og síðasta spurning. Síðasta spurning. Friends var og er mjög vinsæl gamanþáttaröð. Í þáttunum byrja Ross Geller að hitta nemandi sinni nafni Elisabeth. Þau get ekki verið saman sem reglur skólans. Bruce Willis er pappinur. Það er rétt. Ég veit það ekki. Þið eru bræður! Egil samt þessu spurningu, hann er ekki bræður. En allavega, Við erum nákvæmlega vel. við ætlum að fara yfir stíginn að lokum. Já, þannig fór að strákarnir hafa sigur og býtu með 10 stig gegn 1 stigi KF. Og strákarnir halda því áfram í undanúrslitin sem verður hér seinna á KF TV. En við þökkum báðum liðum fyrir drengina leik, fyrir að mæta í keppnisbúningum og alveg að skemmtum. Við þökkum dómurum og stigaverðum á Ágústi kærlega fyrir frábæra þátt. Takk fyrir.